Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 20. október 2015 og við göngum til fyrsta liðar á dagskrá sem aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum fyrir árin 2015 til 2019 og til máls tekur borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson. Frú forseti, borgarstjóri og virðulega borgarstjórn, lögð hefur verið fram umfangsmikil aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum fyrir árin 2015 til 2019. Drögin voru samþykkt í mannréttindaráði miðjan september og voru síðan til umfjöllunar á síðasta fundi borgarráðs sem vísaði áætluninni til umræðu hingað í borgarstjórn. Reykjavíkurborg hefur verið leiðandi afl þegar kemur að jafnréttismálum og hefur borgin dregið vagninn og verið öðrum fyrirmynd, ríki jafnt sem öðrum sveitarfélögum. Þessi aðgerðaráætlun er unnin og sett saman í þeim anda. Henni er ætlað að sporna gegn mögulegri mismunun þar sem allir hópa njóta viðurkenningar og íbúum og starfsmönnum er ekki mismunað eftir kyni. Aðgerðaráætlunin byggir í fyrsta lagi á lögum jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla frá árinu 2008, í öðru lagi á mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem var fyrst samþykkt í borgarstjórn fyrir 9 árum og er nú til endurskoðunar og í þriðja lagi byggist áætlunin á Evrópusáttmála jafna stöðu kvenna og karla í sveitarfélögum sem samþykktur var í borgarstjórn haustið 2009. Í þeirri áætlun sem hér liggur fyrir er fléttað saman verkefnum sem sveitarfélögum ber að sinna samkvæmt jafnréttislögum, aðgerðum sem tengjast Evrópusáttmálanum og öðrum verkefnum sem mannréttindaráð borgarinnar og mannréttindaskrifstofa leggja áherslu á. Mannréttindaráð fer með hlutverk jafnréttisnefndar Reykjavíkurborgar líkt og kveðið er á í jafnréttislögum. Þar kemur auk þess fram að sveitarfélögum er skylt að setja saman jafnréttisáætlun þar sem meðal annars komi fram hvernig unnið skuli að kynja samþættingu á öllum sviðum ásamt framkvæmda áætlun það hvernig leiðrétta skuli mismunun á stöðu kvenna og karla innan sveitarfélagsins. Sú aðgerðaráætlun sem við ræðum hér er metnaðarfull og inniheldur 38 aðgerðir þar sem tilgreind eru tímamörk og ábyrgð hvaða aðila innan borgarkerfisins viðkomandi aðgerðir ná til. Mannauðsdeild borgarinnar og mannréttindaskrifstofa bera ábyrgð á umræddum aðgerðum í flestum tilfella en einnig aðrir aðilar á borð við stýrihóp kynjaða fjárhags- og starfsáætlun sem og velferðarsvið borgarinnar. Rauði þráðurinn í þessari jafnréttisáætlun er áherslan á jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla. Áhersla sem ætlað er að vera sýnileg og samþætt allri starfsemi og stefnumótun borgarinnar. Aðgerðir sem ætlað er að uppræta kynbundinn launamun eru allnokkrar enda málið afar brýnt. Náðst hefur góður árangur á undanförnum árum en engu að síður er enn til staðar bil sem brýnt er að brúa og tryggja að fólki sé ekki mismunað í launaumslögum eftir kynferði. Skýr vilji er til þess innan meirhlutans að ganga hraustlega til verka í þessum efnum og þær aðgerðir sem nefndar eru í jafnréttisáætluninni hluti af þeirri vinnu. Á næstu árum mun auk þess áfram vera unnið gegn einelti og kynferðislegu áreiti á vinnustöðum borgarinnar og sérstökum verkefnum á borð við öruggar borgir þar sem markmiðið er að minnka kynferðislegt ofbeldi í almannarýmum borgarinnar. Nýstofnuð ofbeldisvarnarnefnd kemur saman á næstu dögum og er nefndin ætlað að veita ráðgjöf aðgerðir og viðbrögð við ofbeldi í samfélaginu. Meðal annarra aðgerða sem brýnt er að nefna er átakið Saman gegn ofbeldi sem hófst í ársbyrjun 2015 þar sem ætlunin var að bæta verklag í samstarfi við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu til að taka á þeim heimilisofbeldismálum sem uppkoma. Þetta er gert til að tryggja öryggi borgarbúa á heimilum sínum. Fjallað verður nánar átaksverkefnið undir öðrum lið hér á eftir. Þá eru fjölmargar aðrar aðgerðir nefndar í aðgerðaráætluninni sem ráðist verður í. Þar á meðal að vinna kyngreiningu á starfsemi 3 íþróttafélaga sem nú þegar hafa verið valin að handahófi. Til stendur að greina hvernig fjármagn skiptist milli kynja og íþróttagreina. Brugðist verður við ef greiningin leiðir í ljós að það halli á stelpur eða stráka í þessum efnum og þessi 3 íþróttafélög sem ræðir eru Knattspyrnufélag Reykjavíkur, Þróttur og Fjölnir frekar en Fylkir. Annað áhugavert verkefni sem vert er að nefna er tilraunaverkefni jafnari kynjahlutföll á 4 starfsstöðum borgarinnar
Sveitarfélögum ber skylda að vinna að því að jafna stöðu kynjanna á vinnustað og stuðla að því að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- og karlastörf. Tilraunaverkefnið þróunarverkefni innan starfsstaða þar sem annað kynið í miklum meirihluta. Markmiðið með verkefninu að ná jafnari kynjahlutföllum á starfsstöðum Reykjavíkur til frambúðar. Þá stendur yfir merkilegt verkefni sem snýr að styttingu vinnuvikunnar. Tilraunaverkefnið vakti verðskuldað athygli þegar því var ýtt úr vör í byrjun mars á þessu ári. Verkefnið nær til 3 starfsstaða borgarinnar, skrifstofu barnaverndar og þjónustumiðstöðvar fyrir Árbæ og Grafarholt. Þar erum við að skoða hvaða áhrif stytting vinnuviku hefur á starfsfólk, hvað varðar heilsu, vellíðan, starfsanda og þjónustu, að teknu tilliti til að það komi síður niður á framleiðni, gæðum og hagkvæmni. Þessi yfirferð þær fjölmargi aðgerðir sem kveðið á í aðgerðaráætlun í jafnréttismálum ekki tæmandi. Hér hefur einungis verið stiklað á stóru. Aðgerðaráætlunni ætlað að seytla öll lög borgarkerfisins og bæta verulega hag borgarbúa þeirra sem starfa hjá Reykjavíkurborg. Fjölmargar áskoranir bíða okkar í jafnréttismálum og þá gott að hafa í huga hátt í 60 ára gömul ummæli Eleanor Roosevelt þegar hún talaði að færa jafnrétti og mannréttindi heim. En hún sagði með leyfi forseta: á litlu stöðunum nær heimilum okkar stöðum sem eru svo nálægir og svo smáir að þeir sjást ekki á nokkur heimskorti. Samt sem áður eru þeir veröld einstaklingsins. Hans næsta nágrenni, skólinn sem hann sækir, verksmiðjan, bílið eða skrifstofan þar sem hann vinnur. Það eru staðirnir þar sem sérhver karl, kona og barn sækjast eftir réttlæti fyrir alla, jöfnum tækifærum og jafnri virðingu án mismunar. Ef slík réttindi hafa ekki merkingu þar hafa þau hvarvetna litla merkingu. Ágæta borgarstjórn, það til mikils að vinna og þessi aðgerðaráætlun í jafnréttismálum ber þess skýr merki að Reykjavíkurborg mun ekki láta sitt eftirliggja í þeim efnum. Ég hlakka til umræðunar og vonast til þess að sem flestir borgarfulltrúar sjá sér fært á að taka til máls undir þessum lið. Takk ykkur fyrir. Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur næsti máls Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórnar, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að leyfa mér að byrja hérna á smá formúla. Undir lið 7 í fundargerð borgarráðs frá 15. október 2015 segir með leyfi forseta: lagt fram bréf Mannréttindaskrifstofu dagsett 24. september 2015 samanber samþykkt Mannréttindaráðs frá 22. september 2015 á aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum 2015 til 2019. Jafnframt eru lögð fram drög að aðgerðaráætlun dagsett 18. september 2015. Tilvitnun lýkur. Í fundargerð frá fundi í Mannréttindaráði 22. september 2015 segir svo undir lið 2 með leyfi forseta: fram fór kynning á aðgerðaráætlun í jafnréttismálum 2015 til 2019. Halldóra Gunnarsdóttir og Arnþrúður Ingvarsdóttir kynntu. Mannréttindaráð leggur fram svohljóðandi bókun. Mannréttindaráð þakkar Halldóru Gunnarsdóttur, sérfræðingi og starfsfólki Mannréttindaskrifstofu fyrir vel unna og metnaðarfulla aðgerðaráætlun í jafnréttismálum fyrir 2015 til 2019 og vísar jafnréttisáætluninni til borgarráðs. Tilvitnun lýkur. Eins og hér kemur glögglega fram þakkaði Mannréttindaráð vel unna aðgerðaráætlun og vísaði henni til borgarráðs, en það hvergi sagt að Mannréttindaráð hafi náð að samþykkja aðgerðaráætlunina, eins og skilja má 7. lið fundargerðar borgarráðs frá 15. október 2015. Mér finnst rétt að benda á þetta. Það er ekki það að við hefum verið ósammála þessari ágætu aðgerðaráætlun, en þarna er misræmi í því sem kemur fram í fundargerðunum. Og nú er slæmt að það skuli ekki hægt að fá formann Mannréttindaráðs til að koma að leiðrétta mig vegna þess að þetta er þá misskilningur orðalagi hjá mér. En þarna var verið að kynna áætlunina, aðgerðaáætlunina og lítill tími til þess að ræða hana til hlítar.
Ekki það að ég sé að móti þessar aðgerðaráætlun, alls ekki. Því að hún er mjög góð og vel gerð. Síðan hefur líka verið mjög gott núna að það lægi fyrir endurskoðun á mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. Þannig að það væri hægt að fjalla hana samhliða þessari aðgerðaráætlun í jafnréttismálum, af því að aðgerðaráætlunin í jafnréttismálunum, hún tekur að hluta til mið af mannréttindastefnu borgarinnar, eins og sést í ýmsum tilvitnunum í aðgerðaráætluninni. Og þá er spurning hvort það hefði verið betra að bíða með að taka aðgerðaráætlunina til umræðu hér þangað til endurskoðun á mannréttindastefnunni hefði legið endanlega fyrir. Því að það gæti verið spurning í einhverjum tilvikum hvort að aðgerðaráætlunin sé að ganga lengra eða jafnvel styttra heldur en talað í drögunum að endurskoðaðri mannréttindastefnu. Náttúrulega ekki hægt að dæma það því við erum ekki með hana hérna hjá okkur. Aðgerðaráætlunin sem við erum að fjalla hér er ansi viðamikil sem er bæði jákvætt og á sama tíma mjög sorglegt. Sorglegt að því leytinu til að það skuli vera bláköld staðreynd að við séum ekki komin lengra í jafnréttismálum hér í Reykjavík árið 2015 en nauðsyn aðgerðaráætlunarinnar er því miður staðfesting á. Evrópusáttmálinn jafna stöðu kvenna og karla í sveitarfélögum sem var undirritaður fyrir hönd Reykjavíkur fyrir nákvæmlega 6 árum síðan, 20. október 2009, gefur góða innsýn í draumsýnina jafnrétti sem við höfum ekki enn náð nú 6 árum síðar. Því ef svo væri, þá værum við ekki að ræða aðgerðaráætlunina hér í dag. Þar skuldbatt stjórnsýslan sig formlega til að virða jafnrétti kvenna og karla. Það þyrfti að taka á margfaldri mismunan kynjanna og með undirrituninni var einnig viðurkennt að jöfn þáttaka kynjanna í ákvarðanatöku væri forsenda lýðræðislegs þjóðfélags. Ef jafnrétti kynjanna ætti að nást, þyrfti að afnema staðalímyndir þeirra og brýnt væri að samþætta kynjasjónarmið. Þar kemur einnig fram að það þurfi að veita nægilegu fjármagni til að aðgerðaráætlanir nái tilgangi sínum. Þetta síðasta með fjármagnið gæti orðið dálítið erfitt núna undir þessari fínu og umfangsmiklu aðgerðaráætlun verði að fullu hrint í framkvæmd. Við skulum samt vona að þau atriði sem eru hvað mest aðkallandi hljóti framgang hið fyrsta. Það getur orðið erfitt að forgangsraða þegar svo gífurlega mörg og brýn verkefni bíða úrlausnar. Reykjavíkurborg hefur ráðist í margs konar rýningu og vinnu til að auka jafnrétti kvenna og karla á hinum ýmsu starfsstöðvum borgarinnar. Með nýjum og breyttum áherslum kynnumst við einnig nýjum hugtökum eins og kynjasamþættingu og kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun. Hugtök sem ungir og aldnir þurfa að skilja og læra, hugtök sem þurfa að verða tóm almenningi ef inntak þeirra og merking á að verða inngróin hugsanarhætti fólks og hluti af eðlilegum starfsháttum borgarbúa. Í aðgerðaráætluninni kennir margra góða grasa og greint frá 38 aðgerðum sem eiga að stuðla að auknu jafnrétti kynjanna og stefnt skal að á næstu árum 2015 til 2019. Það er of langt að mála staldra við allar þessar ágætu aðgerðir og borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson fór ágætlega yfir þær hérna áðan. En ég ætla að leyfa mér að minnast á fáeinar þeirra þó að þær séu ekki valdar sem sérstakar forgangsaðgerðir. Í 4. aðgerð kaflans kynjasamþættingu, jafnréttismat og greiningu er bent á lítinn en afar áhugaverðan upplýsingabækling sem ber heitið kynlegar tölur. En hann inniheldur tölfræðilegar upplýsingar stöðu kynjanna í borginni. Ég vil hvetja fólk til að kynna sér efni þessa litla bæklings því hann gefur á greinargóðan hátt innsýn í hvernig stöðu kynjanna er að mörguleyti misskipt í borginni. 5. aðgerð, sama kafla, fjallar kyngreiningu á starfsemi íþróttafélagana, hvort og þá hvernig fjármagni er misskipt milli kynja og íþróttagreina. Vissulega er brýnt að rýna í þessar tölur
og spurning hvort þetta falli ekki í raun beint undir 34. aðgerðina á aðgerðaáætluninni varðar jafnrétti hjá íþróttarfélögum og jafnréttisáætlanir þeirra. Hér vil ég líka minnast á 7. aðgerðina sem fjallar með leyfi forseta, úttekt á þjónustu við fatlað fólk á nokkrum sambýlum og búsetukjörnum á vegum borgarinnar, meðal annars út frá kyni og aldri. Skoðað verður meðal annars hvort nógu mikill margbreytileiki til staðar í starfsmannahóp til að sinna þjónustunni með viðunandi hætti út frá hagsmunum og óskum þjónustu notenda. Tilvitnun lýkur. Þarna komið inn á viðkvæmt mál. Við viljum að sjálfsögðu veita íbúum sambýla og búsetukjarna eðlilega og sjálfsagða þjónustu, en hér eins og víða annar staðar hvað varðar brýna þjónustu og stuðning, að þá setur fjárskortur þjónustu umgjörðinu oft allt of þröngar skorður. Aðgerðir númer 27 og 28 falla undir kaflan kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni. Þarna vil ég gera þá athugasemd hvort ekki færi betur á að bæta orðinu einelti inn í kaflaheitið, því að við rýningu í sjálfan textan sést að þarna vissulega líka verið að fjalla aðgerðir gegn einelti á vinnustað. Einelti það grafalvarlegt mál að orðið sem slíkt mætti gjarnan koma skýrar fram í kaflaheitinu og í lýsingu á aðgerðum. Í kaflatekstanum vitnað til mannréttindastefnu borgarinnar að kynferðisleg áreitni sé með öllu óheimil á vinnustöðum borgarinnar og meðal annars talað að þolandinn eigi ekki að bera neitt skaða af þeim ráðstöfunum sem gripið til í því skyni að stöðva áreitnina. Þarna einnig tekið fram að verklagsreglur viðbrögð í svona málum eigi að vera aðgengilegar starfsfólki. Í þessu sambandi og vegna fjölbreytileika starfsmannahópa á vinnustöðum borgarinnar mér spurt hvort tryggt sé að umræddar verklagsreglur verði einnig sýnilegar og aðgengilegar erlendu starfsfólki á þeim tungumálum sem erlenda starfsfólkið talar. Við þennan kafla mætti gjarnan breyta aðeins orðalagi þannig að skýrt sé að þegar orðið starfsmaður hugsanlega notað yfir hugsanlega að gera það í eineltismálum eða málum tengt kynferðislegri áreitni, þá eigi það einnig við þegar eða ef yfirmenn ef þeir eiga hlut að máli. Varðandi umfjöllun menntun og skólastarf lagt upp með jafna stöðu kynjanna á ýmsum sviðum. Í því sambandi athyglisvert að rýna í nýlegar upplýsingar sem Framsókn og flugvallarvinir óskuðu eftir nýverið varðandi kynjahlutföll á starfsstöðum borgarinnar, en þar kom meðal annars fram að í janúar 2015 voru starfandi 1323 grunnskólakennarar í Reykjavík. Þar af voru 1096 konur og 227 karlar. Í nánum tengslum við aðgerðir í jafnréttismálum borgarinnar hlýtur að teljast brýnt að skoða hvernig megi auka hlut karlkennara í grunnskólum og má teljast undarlegt að meiri hlutin í borginni hafi ekki sýnt áherslum Framsóknar og flugvallarvina í því máli meiri áhuga, eins og að borgarstjóri hafi stuttu síðar ákveðið að sýna því áhuga að auka hlut karlkennara á leikskólastigi borgarinnar, sem vissulega líka brýnt mál. Í 38. aðgerðinni sem nefnist jafnréttisvog og undir kaflanum matskerfi talað að þróa þurfi mælitæki til að meta árangurinn af þeim verkefnum borgarinnar sem eiga að stuðla að auknu jafnrétti, og þá það spurning hvort það væri mögulega hægt að fá slíkt mælitæki eftir vill þróað hreinlega sem verkefni í einhverju mennta- eða rannsóknarstofnun í Reykjavík sem lokaverkefni. Svona með hugsun á það hvernig mætti fá fé til þess að gera þessa jafnréttisvog. Þessi síðasti kafli í aðgerðaráætluninni ekki síst mikilvægur því þar komið inn á hve mikilvægt það að meta árangur aðgerðana sem ráðist verður í, enda alltaf oft ráðist í alls konar aðgerðir sem talið að verði til bóta en við vitum ekki hvort verði. Takk fyrir mig.
Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Jafnréttismálin eru klárlega eitt af mikilvægustu málefnum samtímas og reyndar, ef við skoðum það aðeins nánar, ekki einangraður málaflokkur heldur rétt eins og til dæmis umhverfismálin, málasvið sem hefur tilvísanir og áhrif á flesta ef ekki alla málaflokka í okkar samfélagi. Þessi aðgerðaáætlun sem hér til umræðu, hún byggir á 3 stoðum. Í fyrsta lagi jafnréttislögunum, í öðru lagi mannréttindastefnu borgarinnar og hins í þriðja lagi Evrópusáttmálanum jafnan rétt karla og kvenna í sveitarstjórnum sem að Reykjavíkurborg hefur undirritað og skuldbundið sig til þess að fylgja eftir. Löggjöfin skýr. Í 23. grein jafnréttislaga kveðið á að kynja samþætting skuli notuð við alla stefnumótun og áætlanagerð í skóla- og uppeldisstarfi, þar á meðal íþrótta- og tómstundastarfi, og að á öllum skólastigum skuli nemendur hljóta fræðslu jafnréttismál. Aðgerðaáætlunin sjálf í mörgum liðum eins og borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson fór vel yfir hér að framan og ekki ástæða til þess að endurtaka það, en ég vildi fara nokkrum orðum nokkur atriði í áætluninni. Vekja sérstaka athygli á aðgerð númer 10 sem er tilraunaverkefni jafnari kynjahlutföll á 4 starfsstöðum borgarinnar, þar sem annað kynið í miklum meirihluta, og þar alveg rétt og skylt að viðurkenna það að til dæmis í skóla- og frístundastarfinu þar mikið verk að vinna, og borgarstjóri tók þátt í morgunverðarfundi fjölgun karla á leikskólum borgarinnar daginn og var þar með mikilvæg skilaboðum að við þyrftum að taka höndum saman með félagi leikskólakennara og öðrum sem að koma að því málum við að snúa þarna vörn í sókn. Og tölfræðin, hún ekki glæsileg. Það einungis 1% leikskólakennara karlar, 8% stöðugilda á leikskólum og 1 af hverjum 5 starfsmönnum á grunnskólum eru karlar. Staðan mun betri í frístundastarfinu, þar hlutfall karla í kringum 40%, en hér mikið verk að vinna og mikilvægt bæði út frá uppeldissjónarmiðum að börnin okkar að þau fái skýrar fyrirmyndir bæði kvenna og karla til þess að líta til í sínu starfi, og þetta eru einhver mikilvægustu störf í samfélaginu og afar brýnt að þar séu jafn hlutur eftir því sem að kostur en hitt auðvitað augljóst að þarna eru engar patentlausnir. Þetta stórt og mikið langtímaverkefni sem að kallar á samstarfi meðal annars við háskólasamfélagið og hugsanlega breytingar á áherslum í menntun þessara stétta. Það ástæða til að fagna því sérstaklega að vel hefur miðað í því nauðsynlega verkefni að jafna launamun kynjanna á síðustu misserum, og ég held að það megi meðal annars þakka mjög skýru uppleggi frá fyrri meirihluta í þessum málum sem að setti þau mál kirfilega á dagskrá fyrir örfáum misserum. Tölurnar sýna að leiðrétt heildarlaun karla voru fyrir ári síðan 3,5% hærri en kvenna og grunnlaun 2% hærri meðal karla, og þó að þetta séu upplífgandi niðurstöður þá má á engan hátt líta svo á að slaka megi á kröfun. Björnin að sjálfsögðu ekki unnin fyrir þessum launamun hefur verið eitt að fullu og öllu eins og einbeittur ásetningur núverandi meirihluta. Nokkur orðum þær aðgerðir sem að lúta að menntun og skólastarfi. Það eru 3 aðgerðir nefndar til sögunar. Fyrsta lagi stefnumótun í jafnréttismálum hjá skóla- og frístundasviði sem að tengist á þeim umbóta þáttum sem að sviðið hefur sett sér. Þar eru jafnrétti, mannréttindi og lýðræði mjög framarlega. Í öðru lagi fjallað jafnrétti skóla Reykjavíkur sem mjög merkilegt verkefni sem að fór af stað hér fyrir einum 2 árum síðan að frumkvæði borgarfulltrúa Sóleyjar Tómasdóttur. Jafnréttisskólinn fagnar 2 ára afmæli þessar mundir og þar hefur verið haldið úti mjög vönduðu starfi þessi fyrstu 2 starfsár, meðal annars svarað eftirspurn sem að reyndist vera mjög mikil úti í skólasamfélaginu eftir fræðslu til starfsfólks jafnréttismál. Mikil þörf birtist þar ekki síst á leikskólastiginu og það hefur verið
haldið úti vinnustofum fyrir starfsfólk jafnréttismál á starfstíma jafnréttisskólans. Sömuleiðis má benda á það, og það reyndar 32. aðgerðin sem fjallar að koma á fót kennslubanka jafnrétti, að slíkum banka var reyndar komið á fót núna fyrir örfáum vikum síðan, nánar tiltekið 31. ágúst síðastliðinn. Hann heitir Jafnréttistorg og má benda áhugasömum á að kynna sér það efni sem þar á jafnréttistorg.is. Þetta var síðasta verkefnastjóra Jafnréttisskólans, Auðar Magdísar, sem hélt uppi miklu og góðu starfi sem forsvarsmaður Jafnréttisskólans undanfarin 2 ár og hefur borið hitt á þunga því að safna saman á þennan stað ýmsum upplýsingum sem geta nýst fagfólki í skólunum við að leggja áherslu á jafnréttismálin. Þarna fjölbreytt kennsluefni, hugmyndabanki fyrir starfsfólk, fréttavefur jafnréttismál og ýmislegt fleira. Ég vil líka vekja athygli á því að það hafa verið hugmyndir það að æskilegt væri á næstu árum að vinna að heildstæðu jafnréttisverkefni fyrir skóla og frístunda starfið okkar. Gæti verið til dæmis í anda grænfánans, þar sem að skóla getur farið í gegnum ákveðið sjálfsmats og þróunarferli með tilliti til jafnréttismála og fengið eins konar vottun jafnrétti í kjölfarið á því. Það er mikilvægt að halda þessum málum hátt á lofti. Þetta er algjört forgangsmál núverandi meirihluta og að ég tel allra þeirra flokka sem eiga aðild að borgarstjórn og ég vil fagna því að þessi aðgerðaáætlun er komin fram, lýsa því yfir fyrir hönd skóla og frístundaráðs og sviðs að við munum hvergi draga á okkur í því að fylgja þessari áætlun fast eftir. Það er við að ganga frá ráðningu á nýjum verkefnastjóra Jafnréttisskólans þessar mundir og ég á von á því að þar verði haldið úti öflugu starfi hér eftir sem hingað til. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Björn Blöndal næst upp til máls. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Já, það er ánægjulegt að standa hér og fjalla þessa aðgerðaáætlun sem miðar að því að auka jafnrétti hér í borg, hjá okkur hér í Reykjavík og tek undir þau góðu orð sem hér hafa verið látin falla varðandi þessa áætlun. Ég langaði aðeins kannski bara svona að leggja orði í belg varðandi nokkra hluti. Sko. Ég verið svolítið, ég velti aðeins fyrir mér til dæmis varðandi jöfnun kynjahlutfalla að þar náttúrulega, sko erum við væntanlega með svona okkar eða upphaflega markmiðið væntanlega fyrst og fremst að rétta hlut kvenna á ýmsum vettvöngum enda hallað verulega á, til dæmis í pólitík. Það er ekkert langt síðan að kona eða konur í pólitík voru svona, var þetta líka því við sjálfséð að hvíta hrafna og það er auðvitað afskaplega slæmt. Það var slæmt ástand og hefur sem betur fyrir breyst til muna. Og af því að við erum með sko ákveðna kröfu að hlutfall fari ekki út fyrir, til dæmis, þetta er 60-40 mannrétt í ráðum og nefndum, að þá velti ég fyrir mig hvort að við þurfum að huga að því að framboðslistarnir með svona ákveðnari hætti að framboðslistarnir taki mið af því
og hvort að það þurfi hreinlega að setja það sem reglu að við séum með fléttulista, einhvers konar fléttulista þegar að eru sett saman framboð. Því að þetta skapar það er svona flækir aðeins stöðuna að til dæmis ef að kæmi fram kvennaframboð eða setjum það bara, það hefur gerst áður. Ef við kemur fram kvennaframboða þá það auðvitað algjörlega upp á aðra flokka komið hvernig þeir skipa í ráð og nefndir til þess að standast þessa kynjakvóta. Og þá getur hugsanlega þessi ágætisregla sem að auðvitað fyrst og fremst var kannski hugsuð til þess að rétta hlut kvenna farið að vinna á móti sér ef að við þurfum að fara að stóla svona, ef að konur eru orðnar of margar sem auðvitað svona ákveðin mótsögn og langt í frá að það sé þannig í raunveruleikanum því að konur á framboðslistum eru auðvitað enn þann dag í dag og fáar, sérstaklega í efri sætum. Þetta nú svona hugleiðing en ég velti líka fyrir mér sko bara kannski svona hugmyndafræðilega séð hvort að við séum komin á þann stað að við þurfum sko, erum við komin á þann stað að við þurfum einhvern veginn að vera að verja stöðu karla sérstaklega einhvers staðar? Er það málið? Ég held að segja að það sé ekki málið. Ég held að staðan sé ennþá sú að konur þar að segja við eigum ennþá nokkuð langt í land með að ná því sem við getum kallað jafnrétti milli karla og kvenna og til dæmis varðandi pólitíska stöðu þá velti ég fyrir mig hvort að það sé einhver ástæða til að vera að verja stöðu karla sérstaklega. Þetta er bara svona hugleiðing. Bara svona til þess að þannig að það sé engin hugsanlega misskilningur með það, þá er ég að sjálfsögðu fylgjandi því að staða kynjanna sé jöfn. Það skapar eðlilegasta og heilbrigðasta dýnamík, en hún það ekki í dag og ég lít þannig á að við séum í raun og veru ennþá á svona átaksstað varðandi jafnrétti kynja og leiðrétta hlut kvenna í ýmsu tilliti. En við svona mjögumst áfram í rétta átt. Við megum kannski ekki detta einhvern veginn í þá meðvirkni að við þurfum þá opbáslega mikið að fara að passa upp á kallana. Þú veist, það einlega svona pointið hjá mér, sko. Það ennþá langt í land. Svo auðvitað líka það að sko kynngreining er ekki einhvern veginn lengur bara tveir pólar. Þetta ekki alveg svona einfalt því að það sem betur fer farið að viðurkenna að það séu fleiri möguleikar inn í stöðunni en að vera bara karl eða kona. Og ég mjög ánægður með að sjá að það tekið á því að nokkuð leyti í þessari aðgerðaáætlun og það er mjög mikilvægt að því sé haldið á lofti alls staðar þar sem að möguleiki á. Síðan vil ég líka segja það eru nokkrir liðir þarna sem koma að launamálum og launajafnrétti. Ég mjög ánægður með að þær aðgerðir sem hefur þó verið farið í hér í Reykjavíkurborg, það búið að vera í nokkuð langan tíma svona á köflum þokkalega markviss vinna í gangi til þess að jafna laun kynjanna og við sjáum það á tölum sem þegar þetta borið saman að það hefur náðst verulegur árangur, langmestur fyrst á sem sagt seinni eða svona fyrsta hluta þessar aldar en síðan voru þau skref sem hafa verið stigin undanfarin ár líka skilað töluverðum árangri. En þetta launajafnréttið kannski að sumu leyti svona áþreifanlegasta jafnréttistækið í sjálfu sér sem við höfum, að það sé bara einhvern veginn að það bara verði algjörlega samþykkt af öllum að
launamunur á ekki að koma til vegna kynferðis. Og ég held að við séum nú svona hægt og bítandi að færast í þá átt líka, en við erum alls ekki komið þangað og þess vegna er mjög ánægjulegt að sjá þessar aðgerðir í aðgerðaáætlunum sem að miða því. En svona í heildina séð þá bara vil ég lýsa yfir ánægju með þessa aðgerðaáætlun. Þetta er ágætis innlegg í baráttu sem er svona á þokkalegu skriði en hvergi nær lokið. Takk fyrir kærlega. Björn Blöndal borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá er Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi næsta mælendaskrá. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég ætla að fá að grípa hérna rauða þráðinn sem borgarfulltrúi Magnús Már Magnússon nefndi áðan. Hvað varðar jafnrétti kynjanna í þessari jafnréttisáætlun og þá með leyfi forseta að hafa hér eftir Vigdísi Finnbogadóttur þar sem hún sagði í ræðu sinni í sumar þegar hún var að minnast 100 ára kosningaréttar kvenna. Þar sagði hún: jafnrétti kynjanna er stærsta og mikilvægasta verkefni alþjóðasamfélagsins, hvorki meira né minna. Síðastliðið sumar stóðu Sameinuðu þjóðirnar líka fyrir ráðstefnu um stöðu kvenna og þar lögðu ráðherrar jafnréttismála áherslu á að jafnrétti væri jafn mikilvægt fyrir bæði kynin, bæði fyrir karla og konur og mikilvægt fyrir efnahag þjóða, sem ég fannst mjög gaman að sjá, að það er orðið svona viðurkennt og rætt á alþjóðavísu. Það hefur líka komið fram í skýrslum frá Norrænu nýsköpunarmiðstöðinni að fyrirtæki sem er stýrt bæði konum og körlum standa sig betur í nýsköpun heldur en önnur fyrirtæki. Og það er þekkt að fyrirtæki sem eru stýrt bæði konum og körlum ná betri árangri heldur en fyrirtæki sem er einungis stýrt af öðru kyninu. Og svona mætti nú lengi halda áfram. Og þess vegna velti maður fyrir sér hvers vegna þetta jafnrétti er ekki löngu komið og hvers vegna þessi takmarki er ekki löngu náð þegar það virðist vera að langflestir hafi átt að segja á því græða allir. Og það er í rauninni stórfurðulegt að þetta gamla kynjakerfi okkar viðgangist endalaust og að staðalmyndir og viðhorf og menning hafi svona mikil áhrif á kynin og samfélagið eins og raun ber vitni. Og auðvitað hef ég ekki svar við því hvers vegna það er, því miður, en ég veit auðvitað að það er erfitt að breyta menningu og það er erfitt að breyta samfélagi. Og þess vegna eru svona jafnréttis áætlanir eins og lögðu fram hér í dag svo mikilvægar. Svo mikilvægt að maður gera sér plan það hvernig við ætlum að breyta samfélaginu. Við þurfum að gera áætlanir það, hvernig við ætlum að leiðrétta mismunun sem er til staðar og við þurfum að gera okkur áætlanir það hvernig við ætlum að fræða og fræðast til þess að fyrirbyggja mismunun í framtíðinni. Mér finnst það gjörsamlega óskiljanlegt og ólíðandi að konur fái lægri laun fyrir sitt vinnuframlag en karlar. Mér finnst það líka óskiljanlegt og ólíðandi að konur beri ennþá þessa umönnunarbyrði samfélagsins í meira mæli heldur en karlar. Og mér finnst það líka óskiljanlegt að við umberum það að konur séu beittar ofbeldi í svona mun meira mæli en karlar. Reykjavík hefur sem vinnuveitandi verið að ná árangri með markvissri vinnu og það er þess virði að hrósa því og nefna það. Og í skýrslu launamun kynjanna sem var lögð fram í borgarráði í september kom einmitt fram að launamunurinn hefur verið að minnka. Og í úttektum á starfsmati sést að það er að skila meiri launajafnrétti milli kynjanna heldur en var áður en það var tekið til notkunar. Og ég sá einhverju gögnum að það var lögð hérna áhersla á leiðréttingu og kjörum kvennastétta í kjarasamningum 2014. Allt þetta hefur eflaust skilað sér í því að launamunurinn er sem betur fer að minnka. En ég bara vildi fá að segja það hér, ég styð heils hugar allar þær aðgerðir sem hér eru nefndar til þess að eyða kynbundnum launamun
og ég styð líka að gera áætlun sem sérstaklega þar Ég er alveg viss það að það engin stjórnandi, hvorki á Reykjavíkurborginni nokkuð staðar annars staðar sem vill mismuna kynjónum í launasetningu. Ég held að það sé ekki, það er í það minnst ekki algengt. Það þarf bara að fara vel yfir hlutina, það þarf að leiðrétta og halda því við og hjálpa stjórnendum að sjá þessi innbyggðu forréttindi karla í samfélaginu og hvaða áhrif þau hafa. Það þessar leifar af þessu gamla feðraveldi sem að skila því að það gerist svolítið eins og sjálfkrafa að framlag karla metið að meiri verðleikum heldur en framlag kvenna. Þetta ósjálfrátt og ómeðvitað og það gerist aftur og aftur og ég vissum að við öll hérna inni höfum einhvern tímann gerst sek með þetta. Ekki endilega í launasetningu, kannski bara í framlagi á fundi eða einhverjum skoðunum með einhverju. Það bara svona gerist ósjálfrátt að það sem karlarnir hafa fram að færa einhvern veginn svona aðeins merkilegri. Og því þarf bara að breyta. Og þess vegna þarf róttækar aðgerðir, mikla fræðslu og bara stöðu á fræðslu. Ég styð líka heils hugar allar þær aðgerðir sem hérna eru nefndar til þess að sporna gegn kynbundnu ofbeldi. Það nú helsta ofbeldisógn sem staðar í samfélaginu í dag. Og ég bind mikla vonum við það að ofbeldisvarnarnefnd sem við höfum ákveðið að stofna munina á árangri og hérna treysti því. Mér hefur fundist mjög merkilegt að kynnast því hér hvernig unnið með kynjaða fjárhagsáætlun. Mér finnst það til fyrirmyndar hvernig Reykjavíkurborg að vinna því að innleiða það verklag og treysti því að það leiði til þess að við tökum betri og réttlátari ákvarðanir við stefnumótun og stjórnum borgarinnar. Það mjög mikilvægt að fá þessi kyngreindu gögn og að nota jafnréttismat markvisst til þess að taka ákvarðanir og stuðla auknu jafnrétti kynjanna. Mér finnst líka mjög mikilvægt að gefa út þessi kyngreindu gögn eins og Mannréttindaskrifstofa hefur gert árum saman og borgarfulltrúi Jónas Sætran nefndi áðan. Ég hef sjálf nýtt mér þetta sem hefur komið út frá Mannréttindaskrifstofu á hverju ári, bæklingir sem man ekki kynjatölur. Nýtt mér það til umræðu bæði á heimili og vinnustað og kaffistofu síðustu ár og fundið þar mikið fóður til þess að starta umræðum mismunandi þjónustu og mismunandi stöðu kynjanna í samfélaginu. Til þess að koma í veg fyrir að næstu kynslóðir haldi áfram í sama fari, þá eru áherslur á menntamál mikilvægar og ég held að Jafnréttisskólinn sem að starfræktur á skólafrístundasviði hafa þar mjög mikilvægt hlutverk eins og fram kemur í jafnréttisáætluninni og eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason nefndi áðan. Og ég held að það sé þarft að styðja enn frekar við Jafnréttisskólann sem svona fróðleiksbrunn jafnrétti í víðum skilningi í skólafrístundastarfi. Við sjáum nefnilega á rannsóknum og könnunum að börn og ungmenni hafa ennþá frekar staðlegar hugmyndir hlutverk kynjanna og hæfileika kynjanna og við sjáum það líka á því hvaða nám þau velja sér og og starfsvettvang þá líklega í framhaldi. Þannig að það eitthvað sem er vert að skoða og breyta. En þessi metnaðarfulla jafnréttisáætlun sem borgarfulltrúi Magnús Már Magnússon fór vandlega í gegnum áðan nefnir vissulega fleira heldur en jafnrétti milli kynjanna. Hún tekur til þess hvernig jafnum á stöðu fólks í Reykjavík út frá fleiri þáttum og auðvitað eigum við að berjast gegn fordómum og mismunum á allan hátt. Það þekkt að fólk sem með annan uppruna en íslenskan eða fólk sem er eldra fólk eða yngra fólk eða fólk getur orðið fyrir fordómum vegna kynhneigðar, vegna þess að það hefur einhvern sjúkdóm eða er transgendir eða langveikt eða hefur annan hörundslit, hárlit, kæki, fötlun, það er að mörgu að taka og þess vegna fannst mér gott að það er tekið á því hér að huga þessari mörgföldu mismunun. Því það er einhvern veginn þannig að ef þú tilheyrir síðan mörgum á þessum flokkum þá eykst mismununin enn frekar. Þannig að mér finnst það svolítið spennandi að vera búið til eitthvað tól til þess að hjálpa stjórnendum og sennilega þá okkur líka að hafa það alltaf í huga.
Mér finnst líka mjög spennandi að við ætlum að leita leiða til þess að hafa mannréttindasjónarmið til staðar við öll innkaup og samningagerð á vegum borgarinnar. Ég hef áður sagt það hér, ég tel það svona friðsama og effektífa leið til að hafa áhrif á mannréttindi. Mér langaði líka að nefna það að í anda nýsamþykktar upplýsingastefnu borgarinnar þá fændist mér tilvalið að opna matskerfið á þessu jafnréttismati eða þessari jafnréttisstefnu þannig að það væri aðgengilegt borgarbúum. Af því ég held að það sé mjög áhugavert fyrir borgarbúa að fylgjast með hvernig okkur tekst til með að innleiða þessar aðgerðir sem tilteknar eru í þessari jafnréttisáætlun og það geti jafnvel líka vakið umræðu, því umræða er líka skilar árangri. Að lokum vildi ég bara segja það að við sem stærsta sveitarfélag landsins höfum náttúrulega tækifæri til þess að hafa mikil áhrif á jafnréttismál á landinu og við höfum gert það. En það hefur líka, það er fyrir mig sér að við höfum líka tækifæri til þess að koma í veg fyrir að jafnréttismál í landinu þróist svo nokkru nemi. Þannig ég held að það sé mjög mikilvægt að við stöndum okkur áfram vel og séum áfram brautryðjendur í mannréttindabaráttu á Íslandi eða mannréttindamálum á Íslandi og ég held að það sé eitt af okkar hlutverkum að vera mannréttindaborg. Þá hefur borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmirsdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Misrétti kynjanna á rætur sínar að rekja til kynjakerfis sem stundum er líka kallað feðraveldi. Kynjakerfið eða feðraveldið er félagslegt yfirráðakerfi þar sem karlar eru yfirskipaðir og konur eru undirskipaðar. Það þýðir ekki að allir karlar séu yfirskipaðir og allar konur séu undirskipaðar, en þetta er einkenni á samfélagsgerð þar sem misrétti kynjanna ríkir. Kynjakerfið viðheldur sér sjálft með fjölmörgum leiðum. Allar birtingarmyndir misréttisins styðja hver við aðra, auk þess sem viðhorf samfélagsins og staðalmyndir karla og konur, eðli þeirra, hlutverk og áhugamál, ala börn upp í að taka gagnrýnislaust eða gagnrýnislítið í það minnsta þátt í sama skakka kerfinu og viðhalda því til framtíðar. Staðalmyndir kynjanna byggja á tvíhyggju. Þær byggja á því að til séu tvö kyn og ekki fleiri sem hafi ólík áhugamál og ólík hlutverk. Þessar staðalmyndir eru svo sterkar og svo áhrifamiklar að strax í leikskólum eru börn farin að tileinka sér hlutverk í samræmi við það sem að þeim er ætlað og þau börn sem ekki falla annaðhvort undir hattinn stelpur eða strákar verða utanveltu. Tvíhyggjan byggir á því að andstæður gera staðalmyndir hins karllæga og hins kvenlæga. Það gefur ekki svigrúm til annarra kynja eða annarra skilgreininga á kyni. Þannig eru búnir til jaðarhópar þeirra sem ekki skilgreina sig sem karla eða konur og þeirra sem ekki eru tilbúin til þess að uppfylla hlutverk samfélagsins sem samræmast hlutverki karla eða hlutverki kvenna. Hið karllæga, svo einfalt dæmi sé tekið, einkennist af hörku, styrk og eiginhagsmunasemi og hið kvenlæga einkennist af andstæðunni, mýkt, eftirláts og umhyggjusemi. Þannig er strákum kennt að vera harðir af sér, þeim er kennt að krefjast þess sem þá langar og láta ekkert stoppa sig. Á sama tíma er stelpum kennt að vera umhyggjusamar gagnvart náunganum og hugsa aðra á undan sér. Þetta er kennt í gegnum fjölmiðlun, í gegnum leiki, í gegnum leikföng, í gegnum bókmenntir, í gegnum það hvernig við tölum við börn, allt frá því þau fæðast á fæðingardeildinni og klæðum þau í bleikt eða blátt. Þessi hlutverk endurspeglast svo í samfélaginu öllu og leiðir til þess að konur velja sér heldur uppeldis- og umönnunarstörf og strákar velja sér heldur verkfræði eða fjármál. Þessi hlutverk hafa áhrif á verðmætamat okkar sem einstaklinga og sem samfélags. Þessi hlutverk gera það að verkum að hið karllæga þykir verðmætara og dýrmætara en hið kvenlæga,
sem aftur endurspeglast í kynbundnum launamun og ólíkum aðstæðum fólks til þess að feta framabraut eða afla tekna. Allar birtingamyndirnar hafa svo áhrif innbyrðis. Ójöfn hlutverkaskipting inn á heimilum hefur áhrif á stöðu kynjanna út á vinnumarkaðnum, bæði þegar kemur að því að sækjast eftir auknum tekjum og stöðuhækkunum, og það virkar í hina áttina líka því kynbundin launamunur gerir það ofta verkum að karlinn vinnur heldur lengur þar sem hann er á hærri launum og heimilisábyrgðin er á herðum kvenna. Kynbundin launamunur getur haft mjög slæma stöðu eins og mun koma fram í umræðum hér á eftir kynbundið ofbeldi, þar sem að konur eiga erfitt með að losa sig út úr ofbeldissamböndum, enda getur fjárhagur komið í veg fyrir að þeir geti hreinlega af fjárhagslegum ástæðum eða ytri aðstæðum losa sig út úr slæmum aðstæðum. Hvar er ég nú? Virkni og þátttaka kynjanna í samfélaginu er ólík eftir sviðum og starfsstéttum og framlag kynjanna er metið með ólíkum hætti og ekkert endilega sanngjörnum. Kynjakerfið hefur ennþá meiri áhrif þegar fjölbreytileikinn er skoðaður, enda ljóst að margföld mismunun hefur umtalsverð áhrif á stöðu fólks. Þannig eru fatlaðar konur líklegri til að verða fyrir ofbeldi en ófatlaðar og þær eiga enn erfiðara með að afla sömu tekna og ófatlaðir kallar heldur en ófatlaðar konur. Þær hafa minni möguleika á starfsramma og svona geti lengi talið. Eftir því sem minnihluta hóparnir verða fleiri, þeim mun meiri verður mismununin. Til þess að uppræta kynjakerfið þarf að vinna gegn öllum birtingamyndum á sama tíma og bregðast við bæði einkennum og orsök. Þannig þarf að vinna bæði með handafli gegn kynbundnum launamun en á sama tíma að kenna kynjafræði og gagnrýna hugsun í auknum mæli til þess að stuðla að breyttu verðmætamati. Það þarf að vinna gegn kynbundnu ofbeldi en það þarf að tryggja öryggi í almannarými og inn á heimilum. Það þarf líka að stuðla að jafnari tækifærum til áhrifa og jafnara aðgengi að fjármagni. Það þarf að jafna aðgengi að frístundatilboðum og passa upp á að þau séu fjölbreyttari og fjölmiðlar og afþreyingarefni þurfa að endurspegla fjölbreytileika samfélagsins mun betur en gert er í dag. Reykjavíkurborg hefur fjölþættu hlutverki að gegna í þessum efnum. Við getum haft áhrif sem stjórnvald, við getum haft áhrif sem atvinnurekandi, við getum haft áhrif sem þjónustuveitandi og við getum haft áhrif sem samstarfsaðili eins og mannréttindastefnan kveður raunar á Þessi aðgerðaráætlun sem hér er til umræðu, og ég er loksins að koma að í ræðu minni núna, er góð vegna þess að hún tekur til allra þessara þátta. Hún tekur tillit til allra þessara fjölbreyttu hlutverka sem Reykjavíkurborg er í og hún inniheldur aðgerðir sem eru bæði til langs og skamms tíma og taka á fjölmörgum birtingamyndum í einu. Þannig má nefna aðgerðir sem lúta að kynjaðri starfs- og fjárhagsáætlunargerð, bættri tölfræði, aðgerðum gegn ofbeldi eins og við ræðum betur seinna á fundinum, áherslum í íþróttastarfi, kynbundnum launamun, tækifærum kynjanna til starfsramma, tækifærum kynjanna til þess að hafa áhrif í gegnum stjórnmálin, bættu jafnréttisstarfi í skólum og svona geti lengi talið, en það hefur í rauninni verið gerð ágætis grein fyrir þeim verkefnum sem að liggja fyrir í þessari aðgerðaráætlun. Mitt markmið hér var í rauninni bara að lýsa því hvað það er með heildstæðum hætti verið að taka á kynjakerfinu í gegnum þessa aðgerðaráætlun. Af því er ég stolt og ég er þakklát starfi mannréttindaráðs og tel þau hafa lagt hér fram metnaðarfullt plagg. Það er auðvitað ekki tæmandi listi yfir allt það sem þarf að gera og það eru auðvitað engar töfralausnir þarna inni, en þetta plagg er til marks að Reykjavíkurborg tekur sín fjölmörgu hlutverk alvarlega og lætur ekki sitt eftir liggja til að uppræta kynjakerfið og jafna stöðu kynjanna í samfélaginu. Þá hefur borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil fá að byrja á að þakka fyrir þessa ræðu. Aðgerðaáætlunin sem við erum að ræða hér er margt mjög fín. Hún er vel unnin, hún er yfirveguð, hún tekur til langs tíma sem að mætti oft kannski vera í pólitíkinni almennt, að það sé ekki bara hugsað í svona bara í næstu viku eins og gengur og gerist. Umræðu jafnrétti, kannski þá aðalega sem snýr að kynjunum,
þetta tvennskonar eins og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir kannski kom inn á. Það auðvitað kannski tvennskonar sjónarhorn á hvað jafnrétti í reynd. Það lagalegt jafnrétti þar sem að allir reglurammi og lögin sem að við öll störfum eftir séu sanngjörn gagnvart báðum kynjum en svo að öðru leyti sé kannski ekki mikið meira að vera pönkast í því ef ég má orða það sem svo og hins vegar hvort að það þurfi að grípa til svona frekari aðgerða. Og þar sem að kannski svona í gegnum árin, þar sem að ég og til dæmis borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir höfum svona verið að ræða þetta, þá ber ég fulla virðingu fyrir því að kannski almennt megi segja, og ég vona að hún fyrirgefi mig það ef ég legg henni orð í munn, að oft kannski eru skoðanir að það þurfi að stíga lengra og gera meira heldur en bara svona bíða eftir kannski einhvers konar þróun og eitthvað, og það með fullri virðingu sem hægt að bera virðingu fyrir þeirri afstöðu. En að sama skapi má líka bera virðingu fyrir þeirri afstöðu og það má líka ræða. Það svona vangaveltur og svona þá afstöðu til þessara mála að það oft líka vand með farið. Og kannski svona ef við grípa eins inn í hugleiðingar borgarfulltrúa Björns Blöndal og ætla að taka fram að hann tók mjög skýrt fram að hugleiðingar væri að ræða, að það sem hann var að velta fyrir sér þessum regluramma sem að við vinnum til eftir hér í borginni og hvort þá ætti mögulega að stíga stærri skref og jafnvel ganga lengra að ákveða eitthvað fléttulista eða slíkt. Þá auðvitað það að segja að við erum annars vegar að vinna eftir regluramma, eftir jafnréttislögum eða öðru regluverki sem okkur ber að sjálfsögðu að hlíta. En ég ætla bara að fá að segja það hér, fyrst að það var innfrá þessu hér í þessari pontu, að ég geld varhug við þessum vangaveltum. Ég held að það mín skoðun að það sé ekki endilega greiði við konur, við leyfum okkur bara að segja sem svo, að það sé verið að ganga mikið lengra í einhvers konar ívilnunum þeim til handa. Því að það líka mjög fljótt að kannski að snúast upp í andhverju sína eins og borgarfulltrúi Blöndal þetta benti réttilega á. Hvað ef það væri listi bara með konum fyrir konur eins og við þekkjum nú sögunni og svo framvegis. Og ég veit að ég hef talað fyrir því áður og alltaf svo sem bara í samhengi þess að leyfa mér að gera það aftur að ég nefnilega held að við séum öll sammála það að réttlátt samfélag og samfélag sem þrífst, það leggur upp úr jafnrétti og það passar upp á í öllum reglum og allri nálgun og ég tala ekki allt sem á ríkisins hálfu, að það verður að sjálfsögðu að vera þannig úr garði gert að allir eigi möguleika. En svo til dæmis það þannig, ef ég nota dæmi sjálfa mig, þar sem einhvers konar svona ungur sveppur að koma sér áfram í pólitík, svona haldandi kannski maður hafa eitthvað með að segja, og ég tek sæti karlmanns í þessari ágætu borgarstjórn og þá var ég á svona nokkrum sögum stoppuð af því að ég gat í rauninni ekki tekið hans sæti því að í vissum ráðum og nefndum stjórnum eða hvað það var, að þá voru fyrir of margar konur og þar sem hann var karlmaður gat ég ekki tekið hans sæti. Og þetta hljómar mjög svona einhagsmunalegt en oft bara ágætt að nota dæmi út frá sjálfum sér að þarna fann ég fyrir og ég fann bara svona eigin skynja að það hlyti að skjóta skökku við að reglur sem eiga og eru oft réttlætar og rökstuddar sem að eiga svona bjóða konur velkomnar í alls konar fyrirbæri og vegum ríkis og sveitarfélaga sem að hafa í gegnum tíðina því miður vera of mikið af hendi karlmanna, ég tek að sjálfsögðu undir það. Allt í einu var ég stoppuð af út af reglum sem voru vel, sem var virkilega góður hugur með í byrjun. Þannig að ástæða fyrir ég að nefna þetta að með allar svona reglur sem við stígum lengra, það svolítið erfitt að afnema þær. Og ég hef pínu áhyggjur af því, ef við til dæmis tökum fyrir þetta stjórnvald okkar hér, það sem svo gott sem jafnt kynjahlutfall, á einn hátt eða annan, auðvitað má deila hvort það sé svo mikið af karlmönnum sem eru hérna í oddvitasætunum og hvort þeir eru aðeins svo margir sem eru með formennsku í ráðum og svo framvegis. Og það nú kannski, það svo sem bara eins og ég segi, það var meira hlutans að taka það ákvörðun núna og svo einhvern annar í gegnum tíðina hafa þannan háttin á. Að sama skapi þó eru við svo gott sem með jafnt kynjahlutfall og hvort að munum við einhvern tímann hafa hugrekki til þess að segja að þá sé það orðið gott og beina því þó mögulega borgarstjórn myndi beina því til ríkisvaldsins að kannski sé þetta ekki endilega það sem við þurfum að leggja mest áherslu á. Og á móti kemur, það sem svona umræðefni hérna í dag, til dæmis þessi aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum. Það sem við erum að vinna innan þess
ramma, reglna sem við þurfum að gera og eigum að gera og mér finnst sú aðgerðaáætlun fín. Því að mér finnst hún leggja áherslu og varpa upp spurningum sem að skipta óbúslega miklu máli. Við verðum að horfa mjög heiðarlega á hvort að við séum að setja jafn mikið af peningum til dæmis inn í íþróttafélögin gagnvart strákum og stelpum. Börnin okkar í sveitarfélöginu eiga það bara skilið að við skoðum það mjög gaumgæfilega. Það algjörlega okkar hlutverk og okkar skylda að gera það óbúslega vel. Og nú hefur í nokkur ár verið lögð óbúslega mikil og þverrpólitísk áhersla á að leiðrétta og útskýra kynbundinn launamun sem náttúrulega bara ærir og særir svona, hvað ég að segja, einhvers konar siðferðiskennd sem maður hefur, að það sé ekki hægt að útskýra kynbundinn launamun og allir svona upp á öxlum auðvitað sýnir hvað það djúpt á þessu, hvað djúpt í samfélagsgerðinni að karlmenn hafa haft hérna tögl og haldir og það erfitt að brjóta það á bak aftur. Og ég algjörlega sammála því að í gegnum alla fjölmiðlun og allar fyrirmyndir og gegnum leikfeng og leik og allt saman að þar kemur þetta í gegn. Ég kannski meira hrifin af því að við meira í svona samtali og með alls konar þrýstihópum eða með alls konar umræðu og upplýsingu reynum að brjóta það á baka aftur í staðinn fyrir að hlaupa alltaf til og vilja setja frekari reglur. En ég vil ítreka að ég ekki að gagnrýna þessa aðgerðaáætlun með þessum vangaveltum mínum. Ég langaði bara að leyfa mér að koma fram með þar sem að aðrir borgarfulltrúar hafa lyft sér svona sína sýn á þessi mál. Að því sögðu varðandi í aðgerðaáætlunina, ég tek nú bara undir það flest sem að hér hefur komið fram. Það kannski óþarfi að endurtaka það. Vildi kannski bara ítreka og svona undirstrika að ég hrifin að því hvað hún er svona raunsæ, hún er yfirveguð og það er tekið mjög mikið tillit til bara að borgarkerfi svifaseint í mörgum málum og það stigið varlega til jarðar og það er gerður þessi rúmi tímarammi til þess að við getum unnið þetta eins vel og við mögulega getum í staðan fyrir bara svona að hlaupa til því að eitthvað hljómar vel. Og þar kannski vil ég sérstaklega fá að nefna að eins og við þekkjum í þessum sal með stýrin sem stóð hér fyrir mánuði síðan að hvað það var ágæta innkaupastefnu sem átti að taka við af mannréttindasjónarmiðum sem gott og blessað. En þá er í þessari aðgerðaáætlun gefinn þessi rúmi tími til þess að finna út hvernig best hægt að vinna það. Hvernig hægt að setja skilmála í útboðsgögn og annað til þess að það brjóti ekki í bága við neina reglur eða neitt slíkt. Og mér þykir það bara yfirveguð vinnubrögð. Mér finnst það bara vel gert og þannig á að vinna það því að við erum stærsta sveitarfélagið, við erum fyrirmyndin, við erum stærsta fyrirtæki landsins ef svo má orða það sem svo og við verðum auðvitað að vinna þessa hluti vel. En að þessu sögðu þá vil ég bara ítreka þakkir fyrir þessa aðgerðaáætlun. Hún er vel unnin og ég held að hún taki mjög vel á þeim atriðum sem við erum nú svona sammála þó okkur kannski greini á svona kannski önnur atriði í jafnréttismálum þá fyrir mitt leyti segi ég að mér þykir þarna vera að leggja áherslu á hluti sem að skipta okkur öll máli og það er gert vel. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir lokið málið sínu. Borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir veitir andsvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér langar bara til þess að nota tækifærið og reyna að hefja hér samtal, vonandi á uppbyggilegum nótum og ég ekki að óska eftir neinum leiðindum, en að því að borgarfulltrúinn kom hér inn á að vissulega hef ég talað fyrir aðgerðum og oft aðgerðum sem hafa verið umdeildar til þess að stuðla að auknu jafnrétti kynjanna í samfélaginu og get vel staðið með því, en það er sko hvenar aðgerðir eru réttlætanlegar og hvenar ekki kannski eitthvað sem að ég og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir höfum kannski ekki alltaf verið sammála Það sem borgarfulltrúinn nefnir hér sem algjörlega óásættanlegar birtingamyndir kynjamisréttis eins og til dæmis kynbundinn launamun og það að stelpur og strákar hafa ekki jöfn tækifæri í íþróttum, það að við verðum að tryggja jafnt fjármagn þegar kemur að íþróttum og að við verðum að vinna gegn kynbundinn launamun, ég tek algjörlega undir það, en mér langar til þess að spurja hér borgarfulltrúinn hvenær það sem að við göngum of langt og það dálítið það sem að ég hef ekki ennþá fundið, hvar það sem að aðgerðarsinnar, róttæklingar í jafnréttismálum ganga of langt og hvað það sem að
borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur svona miklar áhyggjur af að geti mögulega gerst með þeim, af því að það var talað hér áðan að eins og borgarfulltrúin sagði við verðum að bera líka virðingu fyrir því að það eigi ekki að grípa til aðgerða og að hlutirnir geti kannski gerst að sjálfu sér. Ég í alvörunni í einlægni spyr, hvað það sem að getur orðið svona hræðilegt og hvaða aðgerðir það sem að borgarfulltrúin óttast? Þá hefur borgarfulltrúin Sólveig Tómasdóttir lokið að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúin Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég man ekki alveg hvað andsvarstíminn langur en ég nokkuð viss að hann styttri heldur en kannski sá tími sem ég myndi kannski gjarnan vilja svona ræða varðandi þessa ágætu spurningu frá borgarfulltrúa Sólveigar Tómasdóttur. Sko, það sem að kemur upp í hugan reyndar, ég held ég hafi nefnt eitt dæmi eins og varðandi það að vera konu í pólitík og geta ekki sest í sömu stóla og karlmaðurinn sem var á undan mér. Mér fannst það til dæmis skjóta skökku við að út af því að þarna voru fleiri konur í borgarstjórn og þá snerist dæmið við. Mér finnst það til dæmis ein aðgerð sem var óheppileg og burtséð frá sjálfri mér þá þetta náttúrulega aðstæða sem getur komið trekku upp. Þetta er umræða sem borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir þekkir ágætlega. Það eru þessar smá þessar áhyggjur og ég meina pirringur og ónot sem að fær stundum þegar maður tala fyrir hönd sjálfsins, að þessi tala við manni eins og maður sé einhvers konar kvótafyrirbæri og að maður þarf að velja einhverja konu en ekki hæfast einstaklingun. Þetta er bara þessi sama rótgróna umræða sem kemur fram í öllum kvótaumræðum og svo framvegis. Þannig að það svarar á einhvern hátt þessari spurningunni. Það er bara þessi grundvallarmunur á að hafa áhyggjur af því að við séum mögulega að gera konum bjarnagreiða. Og til dæmis eins og í viðskiptalífinu þá maður heyrt áhyggjur af því að ég meina kallarnir þeir að hafa töglahaldir, þeir að hafa það í gegnum söguna, hafa barið saman í gegnum öll stríðin og þeir einhvern veginn hafa alltaf átt þennan rétt. Og það er algjörlega viðskiptalífinu að kenna, hafa ekki verið sneggri til að hleypa konunum á borðinu. En á móti kemur að maður líka heyrt að þeir meira haldi sig saman því að öll lögin séu með konunum og svo framvegis. Og maður hefur líka heyrt að eins og eru margar konur sem mjög sátta við að fá þarna aðkomið en finnst líka leiðilegt að þær séu í rauninni í einhvers konar öðru sæti og ég tel að þetta sé svona bara í grunninn þessi svona hugsun bara hvernig ætla að nálgast þessi mál. En ég átta mig á að þetta er ekki fullnægjandi svar mismunandi kynjapólitík en best sem ég hef gert að þessu sinni. Takk. Það hefur borgarfulltrúin Hildur Sverrisdóttir lokið við að svara andsvari. Þá vill borgarfulltrúin Sólveig Tómasdóttir gera stutt athugasemd. Svara andsvari öðru sinni. Veita andsvari öðru sinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar, takk. Ég vil þakka fyrir þetta svar. Ég skil þá sem svo að ein af þeim aðgerðum sem að borgarfulltrúin óttast eða kannski telur ekki vera farsæla séu einhvers konar kvótasetningar þegar kemur að stjórnum eða stjórnmálum. Þá velti ég fyrir mér að því að borgarfulltrúin talaði að þetta væri eitthvað sem gæti mögulega bara komið að sjálfu sér. Það hefur ekki gert það. Stjórnmálin hafa ekki breyst nema með tilkomu sérstakra kvennalista. Ef við skoðum þátttöku kvenna í stjórnmálum í gegnum tíðina að þá hefur fjöldi kvenna ekki aukist nema með tilkomu sérstakra kvennalista og svo með tilkomu kynjakvóta þar á eftir, þó það væri ekki einu sinni hjá öllum flokkum. Sama á við stjórnir fyrirtækja og bara stjórnendastöður í fyrirtækjum að það hefur ekki breyst í gegnum tíðina. Og eins og oft hefur verið rætt í tengslum við þessar kvótaumræður allar að þá ef að það væri til einhver önnur leið til þess að stuðla að jafnara kynjahlutfalli í stjórnum eða stjórnunarstöðum eða stjórnmálum að þá hefur fólk virkilega verið tilbúið til þess að taka þátt og beita þeim aðferðum. En það hefur ekki verið bent á þær. Þannig að ef valið stendur á milli þess að gera ekkert og betra hlutinni lægist að sjálfu sér eða taka upp kvóta vonandi tímabundið til þess að tryggja aukna fjölbreytni að þá verði ég að viðurkenna að kvótarnir finnst mér æskilegri. Auðvitað myndi ég ekki vilja, það eru 26 sekúndur eftir af ræðutíma mínum að borgarfulltrúar hafa áhyggjur af því. 26 sekúndur eftir, borgarfulltrúar þurfa ekki að hafa áhyggjur af því. Nei, nú eru 17 sekúndur eftir og ég ætla að halda áfram að útskýra það að ef þetta tvennt er í boði að gera ekkert og hafa karlana áfram með völd eða taka upp kvóta og hleypa konum að vonandi tímabundið þannig að reynslan verði jákvæð að þá velja kvótana.
Þá hefur borgarfulltrúinn Sólveig Tómasdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og það svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðar borgarfulltrúar, þetta er orðið hressileg umræða hér. Ég vil taka fram að ég var með engar athugasemdir yfir því hversu lengi borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir talaði hér og finnst hún að vanda bara að færa fín rök fyrir hennar sýn á þessi mál. Og eins og ég held ég hafi tekið fram í upphafi að ég held að við munum kannski seint vera algjörlega sammála þessi mál. Ég vil kannski ítreka að ég kom hérna fram með þessar vangaveltur að bæða passa hvenær okkur finnst vera að koma nóg, eins og ég tók sem dæmi til dæmis hérna í þessari borgarstjórn, hvenær við afnemum svona reglur. Þannig tiltók ég sem dæmi. Ég er nefnilega algjörlega sammála því að það er algjörlega sjálfsagt að prófa kvóta ef að allt annað hefur verið reynt. Mér langar reyndar, mér fannst kannski fulldjúpt í árinni tekið hjá borgarfulltrúa Sólveig Tómasdóttur að segja ekkert hafi gengið eftir. Já, til dæmis í Sjálfstæðisflokknum var Hanna Birna Kristjánsdóttir kosin á sínum lýðræðislega vettvangi bæði innan Sjálfstæðisflokksins sem oddviti og svo var kosin til þess að sinna starfi borgarstjóra. Það gerði hún án allra kvóta og alls konar slíkt, þannig að auðvitað eru dæmin alveg til. En eins og ég segi að ég er bara að ræða þetta hér að þetta er ekki algjörlega hafið yfir vafa alltaf og reglur hafa þann eiginleika að það er auðveldara að setja þær heldur en að afnema þær. Og ég var bara svona að biðla almennt til borgarstjórnar hér að vera meðvituð fyrir því að öll reglusetning, hún er bæði löng og svo á endanum mögulega hefur hún afleiðingar sem stóð ekki til í upphafi og við þurfum að vera heiðarlega gagnvart því. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá er andsvörum lokið. Og þá tekur til máls borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, mér langar bara að koma þetta upp örstutt, þetta er búið að vera áhugaverðar umræður og fínar bara. En varðandi svona fléttulista og kvóta, það langar mig bara að benda upp praktísk atriði sem ég fór að hugsa hérna þegar ég satt í stólnum áðan, að ef að það hefði til dæmis verið svona skylda með fléttulista, þá hefði við í Framsókn og flugvallavinum ekki boðið fram í síðustu borgarstjórnarkosningum, að því að svo einkennilega vildi til að það var bara engin stemming hjá neinum að bjóða sig fram hjá flokknum. Þannig að það var ekki fyrir tæpum 5 vikum fyrir kosningar 4 hálfrir, þar við tókum það ákvörðum, þannig að 4 í sammenningu einn daginn að bjóða okkur fram. Þannig að stundum getur þetta líka verið svolítið erfitt að hafa svona fléttulista. En þarna var engin karlmaður sem hafði áhuga á fyrstu 4 sætunum, þannig að við gerum þetta með nokkur klukkustunda umhugsun. En það er eitt sem að ég velti oft stundu fyrir mér í svona jafnréttisumræðu, að það er það að flestir helgjögar séu jafnréttissinnaðir. Og það þarf kannski að koma inn þeirri hugsun að þeir sem eru ekki jafnréttissinnaðir séu bara einhvern veginn svona eitthvað sem aðrir vilja helst ekki vera. Af því það er svona hálf plebbalegt að vera ekki jafnréttissinnaður. En það sem maður heyrir oft hjá mörgum er það að orðin, og nú vonandi verður borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir ekki neitt ofboðslega spennt. Það eru sumir sem þorði ekki orðið feminismi. Þannig að þeir sem að telja sig vera jafnréttissinnaðir segja oft nei, ég er ekki feministi, af því þetta orð fer svo í taugarnar á þeim. Og það held ég að við ættum kannski öll að hugleiða svolítið, hvort að við ættum ekki að reyna að nota þetta orð jafnrétti eins oft og við getum, af því ég held að það sé kannski eitthvað sem að svona hugnist fleirum, því að ég held að inn við beinið séu nú við flest öll feministar en viljum nú kannski frekar segja við sem jafnréttisinn og ekkert kannast við þetta orð. Þannig oft finnst mér umræðan jafnréttismál kannski ekki alveg snúast endilega það sem hún á að snúast. Það er miklu meira svona ykkur aukatriði til þess að vera að rífast eitthvað sem skiptir engu máli. Þá hefur borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið ræðu sinni. Þá veitir andsvar borgarfulltrúinn
Tveir borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvör. Fyrst veitir andsvar borgarfulltrúin Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er nú aðeins meira til þess að æsa mig en að segja að feminismi sé umdeilt hugtak. Ég hef heyrt það áður. En það vill þannig til að mér er eiginlega alveg nákvæmlega sama hvað fólki finnst hugtakið feminismi eða hugtakið feðraveldi og mér er alveg nákvæmlega sama hvort að fólk notar þessi hugtök eða ekki. Það sem skiptir mig langmestu máli er að fólk sé tilbúið til þess að beita sér af afli og með aðgerðum til þess að stuðla að auknu jafnrétti kynjanna og uppræta þær birtingamyndir og þær orsakir sem að ég lýsti hérna áðan og við höfum verið að ræða. Þannig að það hvort að borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir er feministi eða jafnréttissinni skiptir bara nákvæmlega engu máli. Það sem skiptir máli er að hún greiði aðgerðaráætluninni hér atkvæði sitt. Það er það sem að ég bind vonir við og vonast til þess að við getum unnið saman að þeim verkefnum sem að femínísk hugmyndafræði hefur leitt okkur til þess að skrifa hér niður og framkvæma í framhaldinu. Þannig að ég hlakka til að vinna að femínískri aðgerðaráætlun til þess að brjóta upp feðraveldið með borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur. Þá hefur borgarfulltrúin Sóley Tómasdóttir lokið að veita andsvar. Það svarar andsvari borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, þetta snýst ekki það hvort að mér sé sama hvort ég sé kallið feministi eða jafnréttissinni. Ég var að tala aðra við borgarfulltrúan Sóleyju Tómasdóttir. Það skiptir mig sjálfs engu máli hvort ég kallið kattrembusvín, feministi, jafnréttissinni eða hvað sem er. En ég held að þetta stuði margra aðra heldur en mig. Þetta stuði mig ekkert sérstaklega, mér er alveg sama hvað orð þú notar, en ég held að það stuði marga aðra. Þannig ég held að ef við getum bara til þess að ná mér í breidd og fólk hugsi meira jafnrétti, kannski út frá orðinu jafnrétti í staðinn fyrir feminismi. Flóknara var það nú ekki. Þá hefur borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Auðvitað er þetta rétt hjá borgarfulltrúanum og fyrra andsvari var nú meira svona aðeins til þess að einhvern veginn tryggara heldur en hitt. Það er samt þannig að femínísk barátta, alveg sama hvað hún heitir, og feminismi hefur ekki á sér neikvæða ímynd nema vegna þess að aðgerðirnar eru stuðandi. Það sem að femínísk hugmyndafræði gerir kröfu eru breytingar sem að hræða mjög marga. Og það er þess vegna sem að feminismi hefur fengið þennan neikvæða stimpil á sig. Það er verið að gera mjög erfiðar kröfur til samfélagsins. Það eru alls konar umdeildar aðgerðir sem að þarf að fara í til þess að brjóta upp feðraveldið. Og það þarf að segja alls konar óþægilega hluti. Það þarf að benda á hræðileg einkenni og meinsemdir í samfélaginu sem að fólk á erfitt með að horfast í augu við. Og feminismin líður fyrir það. Það er þannig. En það er bara allt í lagi. Það er allt í lagi að þurfa að taka erfiðar ákvarðanir. Það er allt í lagi að þurfa að segja erfiðar hluti. Það er allt í lagi að þurfa að takast á við mál, jafnvel í ágreiningi. Feminismi hefur alltaf verið umdeildur. Það þótti hræðilegt þegar Bríet Bjarnhéðinsdóttir fór fram á það að stelpur fengju sundkennslu, samt ekki eins mikla og strákar. Það þótti hræðilegt þegar konur voru að ætlast til þess að fá að kjósa. Það voru alls konar hlutir sem átt að geta dunið á samfélaginu með aukinni stjórnmálaþátttöku kvenna. En reynslan hefur svo bara sýnt að konur eru ágætar og geta alveg tekið þátt í því sem við höfum verið að taka þátt í og ég er alveg sannfærð það að samfélagið væri ennþá betra ef að hér ríkti algjört jafnrétti og þess vegna er ég til í að tala fyrir þessum óvinsælum málum, láta kalla mig alls konar illum nöfnum og láta feminisman sem hugtak líða fyrir það. Það verður bara að hafa það, markmiðið er jafnrétti og ég held við náum því í sameiningu, sama hvað við kallum okkur. Borgarfulltrúin Sóley Tómasdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og þá veitir andsvar borgarfulltrúin Sigurður Björn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla aðeins að tjá mig þessa hugtakapælingu.
Best ég byrja því að segja alveg svo að feminismi finnst mér fínt orð og fer ekkert í taugarnar á mér. En feðraveldi, það finnst mér alltaf óþægilegt orð og ógulegt. Og ég fæ alveg svona, feðraveldi. En af hverju ætli það sé? Af hverju ætli það að fara svona í taugarnar á mér? Það spurningin. Það kannski vegna þess að það að ýta á einhverja svona hnappa sem að mér finnst svona, mér finnst það betra að vera ekkert verið að hræra mikið í þessu. Þetta ekki bara fínt eins og það ekki bara slökum á þessu, tökum feminismann, kýlum hann upp en við erum ekki að hræra í feðraveldinu. Það málið kannski? Svona innst inni, skilur, á þess að þetta sé einhvern veginn svona einhver á þess að þetta sé raunverulega það sem ég finnst. Ég held að feminismin sé fyrst og fremst svolítið þetta fyrir mörgum. Þetta fer í taugarnar á fólki vegna þess að þetta óþægilegt. Þetta eitthvað sem að þarf að, þetta kallar á einhverja breytingu á núverandi ástandi sem að mörgum finnst bara fínt. Jú, það má alveg laga það eitthvað aðeins, en við skulum nú ekki að fara að gera einhverja byltingu hérna, slökum á því. Þannig að ég held að meðan að orðið feminismi veldur einhverjum svona óþægilegum hugrenningatengslum hjá einhverjum, að þá eigum við svolítið mikla vinnu eftir. Þannig að ég held að við hefum bara að nota feminisman áfram, þangað til að við erum búin að ná fullu jafnrétti. Takk fyrir það. Þá hefur borgarfulltrúinn Sigurbjörn Blöndal lokið við að veita andsvar og andsvörum lokið. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, mér langaði nú til að taka þátt í þessari hressilegu umræðu hérna. Það er kominn tími til að við tölum alvöru pólitík í þessum sal. Mér finnst að með þessu ágæta plaggi eins og mörgum öðrum, þá erum við svona búa til einhverju svona aðgerðaáætlanir og hitta þetta, kalla þetta fínum orðum, setja þetta í hópa. En þú veist, við erum öll feministar og viljum að konur hafi algjört jafnræði á við karla, auðvitað viljum við það. En við viljum fara hugsanlega ólíka leiðir að því. Ég tel að það væri betra að horfa svolítið á rót vandans. Heldur en að reyna alltaf að mála yfir sjúkdómseinkennið, eins og mér finnst svolítið þessir hörðustu feministar og andstæðingar feðraveldisins gera. Ég myndi alveg vilja koma konunum bara inn á línu feðraveldisins. Það geta það vel. Hins vegar erum við einhvern veginn ekkert að vinna í því. Við erum ekki að reyna að fá konur til að fara til dæmis út í business, fara út í viðskipti. Það hrúgast inn í almannaþjónustu þar sem launin eru lægri. Þau eru lægri af því að það verið að semja laun í stórum hópum og það miklu erfiðara að fara fram á laun fyrir sitt persónulega framlag þar sem fólk sér betur í gegn hvað þú hefur sem manneskja sem í raun og veru kemur þér betur áfram í starfinu og það hægt að vísa í slíkt frekar heldur en á einkamarkaði frekar en hjá ríkinu. Og aftur á móti kemur það aftur sér mjög vel því að þegar fólk tekur og fer í rekstur og fer að fást við það sem rekstrinu fylgir, sem í raun og veru að vera á einhvers konar samkeppnismarkaði með þjónustu, vera að finna og leita leiða til að koma þjónustuna á framfæri, til að gera hana betri, til að vinna nýsköpun, til að fjármagna verkefni, til að markaðsetja, til að fara í allt þetta sem þú þarft til að öðlast vissa reynslu til að komast inn í feðraveldið. Það nú bara svo einfalt. Af hverju ekki bara opna þær dyr? Í staðinn fyrir að vera alltaf málandi yfir allt með einhverjum svona
ég þori ekki að segja það sem ég ætla að segja, færa úr DFF með einhverju svona aðgerðaráætlunum, tali að við ætlum öll að búa til einhverja sameiginlega vitund sem að muni koma með því að fara þessar leiðir. Þetta bara mjög einfalt. Við erum ekkert að vinna því sem skiptir máli. Það verið að ríkisvæða feministmann, það verið að ríkisvæða hann. Og í raun og veru bara þvæla málið, sundur og saman, í stað þess að vinna bara gagngert að því að búa til mæðraveldi. Þá hefur borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá veitir andsvar, nei, ekki andsvar. Já, þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir. Já, Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, það rétt hjá borgarfulltrúa Áslaugu Friðriksdóttur að það var komin tíminn til að tækja umræður hér alvöru pólitík og ég ég ánægð með umræðurnar hérna í dag. Ég búin með öll andsvörin mín, þannig að ég tek hér til máls á 10 mínútur núna, þannig að borgarfulltrúar þurfa ekki að örvænta eftir 2 mínútur. Það nefnilega mjög margt sem við getum rætt af því sem að borgarfulltrúa Áslaug Friðriksdóttir kom hér inn á. Hún var nú reyndar að, held ég, gera róttækum feministum upp ansi miklar og kannski ekki alveg réttar skoðanir í öllum málum, meðal annars því að það sé ekki verið að reyna að ráðast að rótum vandans. Það einmitt verið að reyna það með til dæmis aðgerðum á borðið Eflingu jafnréttisskólans og sem sagt því að brjóta upp staðalmyndir strax í æsku. Það að konur til dæmis sækist ekki eftir launahækkunum í sama mæli og kallar. Það ekki vegna þess að konur einhvern veginn, það ekki vegna þess að það sé eðli kvenna, heldur það vegna þess að konum hefur ekki verið kennt að taka sér sama pláss, konur hafa ekki fengið sömu hvatningu og kallar til þess að sækja sér það sem að þeim finnst að eiga að fá með réttu. Það þetta sem ég talaði í ræðu minni hér í upphafi, að stelpum kennt að vera prúðar og að taka þarfir annarra fram fyrir eigin þarfir. Þetta kemur ekki bara fram í beinum reglum og alls ekki kannski endilega í beinum reglum, en í því að kenna stelpum að vera í dúkku og meðan strákum kennt að vera í aksjón. Þar við að þjálfa börn upp í þessum hlutverkum og það enginn einn sem að ætlar þetta, það enginn sem að setur þessa námskrá, þetta dulin námskrá sem að samfélagið einhvern veginn sér að viðhalda sjálft. Og það það sem við þurfum að brjóta upp. Við þurfum að kenna krökkum að vera svo miklu gagnrýnni í hugsun og leyfa sér að fara út fyrir þau hlutverk sem að verið að ætlast til af þeim algjörlega stanslaust. Og það engin ríkisvæðing í því. Ég veit ekki betur en að öflugasti talsmaður þessarar hugmyndafræði sem að hefur verið innleidd í mjög mörgum skólum, þó hún heitir kannski ekki það sem hún heitir hjá þessum öfluga talsmanni, sé einmitt að reka einkarekinn skóla. Það sem að verið að reyna að brjóta upp staðalmyndir, meðal annars með því að skipta kynjunum í tvennt. Það umdeild aðgerð en hefur reynst ágætlega þegar kemur að því að brjóta upp staðalmyndir kynjana og kenna krökkum að nýta fleiri tækifæri heldur en þau sem kynjakerfið eða feðraveldið, svo við notum bara orðin sem við ætlum að nota hér í dag, ætlast til af þeim. Það að kenna stelpum að vera stórar og frekar og taka sér pláss og krefjast þess sem þær vilja ansi róttæk aðgerð. Og þar kjarninn. Það að kenna strákum að vera umhyggjusamir, að sína tilfinningar, tala hvernig þeim líður. Það líka hluti af þessum kjarna sem við þurfum einhvern veginn að vinna gegn. Þannig getum við svo búið til miklu sanngjarnari vinnumarkað. En við gerum það ekki með því að ráðast á okkur fullorðna fólkinu og segja bara, við þurfum bara að einkavega skólakerfið að því að í einkageiranum eru borga miklu hærri laun. Þetta allt saman, þar við bara að tala um einkenni. Rótin liggur í því að ala börnin betur upp heldur en við sjálf erum. Svo hitt aftur á móti hvort að við erum að ríkisvæða eða ekki ríkisvæða þetta allt saman. Og þar við bara að tala um gamaldags, ekki gamaldags, klassíska hægri og vinstri pólitík.
Og það á við feminisman eins og allar aðrar stefnur eða hugmyndafræðir. Ég meina, við getum rætt umhverfismál út frá því hvort það á að vera ríkisvætt eða ekki. Við getum rætt feminisma út frá því hvort það á að vera ríkisvættur eða ekki. Við getum rætt skólastarf, menntapólitík, alls konar pólitík út frá því hvort hún á að vera stofnanavætt eða ekki stofnanavætt. Og ég á því að við þurfum að fara, þegar kemur að feminismanum, að þá þurfum við að fara inn á öll svið samfélagsins, bæði einkageirann og stofnanirnar. Af því að hvort sem okkur líka betur að verð, þá augljóst við að hluta til upp í stofnunum. Og stofnanir hafa áhrif á líf okkar allra, pólitík hefur áhrif á líf okkar allra, fjölmiðlar hafa áhrif á líf okkar allra og það þarf að taka á öllum þessum þáttum, bæði einkareknum og ríkisreknum eða af hálfu hins opinbera. Og það getum við gert bæði með reglum og lögum, en við getum líka gert það með því að stuðla að nýbreytni eða fjölbreyttari stofnunum og nálgunum í einkageiranum. Þá hefur borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Þá veitir andsvar borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir. Forseti. Ég alveg sammála borgarfulltrúa Sóley Tómasdóttir með það að við eigum ekki að vera, við þurfum að uppræta ákveðin svona þennan ósýnilega þessa kennsluaðferð eða heim stráka stúlkna, auðvitað að gera það. En það enga síður staðreynd sú staðreynd að aðgengi að fjármagni, fjárhagslegt sjálfstæði, það að hafa góð laun það sterkasta vopnið í þessari baráttu. Það sterkasta vopnið. Ef að við myndum vinna því að fá konur til að sækja sér þetta vopn, til að taka það sér í hönd, þá værum við fyrst að segja, gera þær stórar, gera þær miklar, gera þær fyrirferðarmeiri. Það miklu betri leið heldur en að vera að tala einhvern veginn að konur að geta tjá sig og auðvitað, það má gera það líka. En það svo skrítið með vinstri feministana. Það svo skrítið með þær. Það tala alltaf bara þessa hlið. Þá hlið að uppeldið og gera konur stórar núna. Síðan þegar kemur að einkarekstri og því að fá konur til að nákvæmlega taka þátt í því að fara með fjármagn, sinna rekstri, taka sér þessi störf, þá má ekki heyra á það minnst. Vegna þess að konurnar þurfa, þær eru meira og minna inn í almannaþjónustunni, inn í velferðarkerfinu, inn í skólakerfinu. Við þurfum nýsköpun og við þurfum fleiri einkafyrirtæki þar. Þangað best að fara. Ef við viljum taka á honum stór okkar í einhverju femínískri baráttu, þá það þangað sem við eigum að horfa. Þá hefur borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir lokið að veita andsvar. Næstur tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir ítarlegar og góðar umræður og köflum hressilegar reyndar þessa aðgerðaáætlun sem endurspeglar bara þá deiglu sem í umræðum jafnréttismál og feminisma í svölum borgarstjórnar. Mín skoðun nú sú að það enginn að skamma sín fyrir að kalla sig feministi og ég held að stjórnmálin og samfélagið hafi haft mjög hollt af femínískri rýni á stóru og smáu á undanförnum árum og áratugum. En ég vil þakka sérstaklega formanni mannréttindaráði og mannréttindaskrifstofu fyrir aðgerðaáætlunina sem og öllum þátttakendum í umræðinu hér. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá umræðum þennan lið lokið. Þá tökum við, næstu tekur til máls borgarfulltrúinn Magnús Már Guðmundsson. Takk fyrir það, forseti. Greinilega þarf að berja
mun ákveðarnar í borði. Það er að æfa mig í því. Ég vil taka undir það flest sem hér hefur komið fram og ég er sérstaklega ánægður með þessa fínu umræðu. Alvöru pólitík kallaði borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir skoðanaskiptin leið og hún fagnaði umræðunni. Jafnréttismál eru vissulega eitt mikilvægasta mál samtímans. Hér hefur meirinn helmingur borgarfulltrúa tekið til máls og þar eru allir líka glaðir með þessa aðgerðaráætlun og það er frábært. Þessi samhljómur er mikilvægur fyrir framgang aðgerðaráætlunarinnar og það er brýnu aðgerðir sem kveðið er á þar. Því það er vissulega rétt hjá borgarfulltrúa Jónu Björgu Sætran að það er í raun sorglegt að við þurfum árið 2015 að vera að setja okkur slíka áætlun. Við þyrftum að vera komin mun lengra í þessum efnum. Með aðgerðaráætlunni stígum við fleiri skref í þá átt og borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir orðaði það svo að Reykjavík hafi fjölbreyttu hlutverki að gegna sem eru orðað sönnu. Þá vil ég þakka borgarfulltrúa og félaga mínum í mannréttindaráði Hildi Sverrisdóttir fyrir fína og sína ræðu þar sem hún sagði aðgerðaráætlunina yfirvegaða, heiðarlega og með henni væri horft til framtíðar sem hún vissulega er gert. Varðandi upphafsorð borgarfulltrúa Jónu Bjargar Sætran afgreiðslu mannréttindaráðs og borgarráðs á aðgerðaráætlunni þá held ég að þessi allur gangur því hvernig fagráðin afgreiði sín plögg út úr ráðunum í sameiginlegri bókun alls ráðsins frá 22. september er jafnréttisáætlunni vísað til borgarráðs. Þannig að það er ekkert óljóst sem þar kemur fram. Þá er vert að benda á að sú aðgerðaráætlun í jafnréttismálum sem hér liggur fyrir er lögbundin. Það er að segja okkur er skylt að gera slíka áætlun samkvæmt lögum. Leið er áætlunin lifandi plagg sem tekur breytingum á kjörtímabilinu. Í gildi er mannréttindastefna sem vissulega er í endurskoðun. En það er samt sem áður þannig að formlegt samþykki nýrrar mannréttindastefnu þarf ekki að liggja fyrir áður en þessi aðgerðaráætlun verður á endanum samþykkt. Og það er því óþarfi að hringla eitthvað með það. Þar fyrir utan þakka ég kærlega fyrir þessa fínu umræðu, hún var klárlega til gagns. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnús Már Guðmundsson lokið ræðu sinni og þá er umræðum þennan lið lokið. Þá tökum við fyrir